Að breyta ull í fat eða hvernig verður fatnaður til? Þessi er að prjóna sokka, að öllum líkindum. Þetta er heklunál, það er hægt að hekla úr ullinni. Þetta er heklað úr handunnu ullarbandi. Þessir vettlingar eru prjónaðir úr annars vegar þeli og hins vegar úr togi. Selið er notað þar sem þarf að vera mjög hlýtt og ekki mikla líkur á að komi göt. En togið er notað í þumalinn og fremst á vettlinginn í tótunni, þar sem að mesta álagið er. Af því að togið er miklu sterkara heldur en þelið. Þessi trefill er heklaður úr þelhári eða þeli, en svo er þarna til skrauts svona kögur á endunum og það er úr togi. Þetta er mjög mjúkur og hlýr trefill og með náttúrulegu skrauti á endunum. Skrautið eða togið er af öðrum lit heldur en trefillin sjálfur úr þelinu, en þetta er samt af sömu kind af henni þoku sem að sést þarna á myndinni. Þriðja aðferðin til þess að búa til flíkur eða fataefni úr ull er að vefa og þetta er vefnaður úr ullarþræði. Vefnaðurinn getur verið misgrófur eða misgisinn eða þéttur. Þessi er mjög gisinn á meðan að hitt var frekar þétt. Já, og þegar það er ofið svona að þá eru þræðir sem liggja langsum og svo eru þræðir settir þversum og þeir fara alltaf til skiptis yfir. Fyrst fara þeir yfir 1 og 3 en svo fara þeir yfir 2 og 4 í næsta skipti. Þannig að þetta kemur alltaf svona sitt á hvað og læsist saman, eins og sést svo sem ágætlega þarna. Þræðirnir sem eru langsum og eru alltaf fastir í vefstólnum, þeir heita uppistaða og þræðirnir sem fara svo þversum alltaf sitt á hvað undir og yfir uppistöðurnar heita ívaf. Og það sést mjög vel af því að það er litamunur. Ívafið er dökkt en uppistaðan þarna er ljós. Þarna er kominn trefill úr vefnaðinum og svo er búið að þæfa trefilinn sem við sáum áðan og þá breytir hann alveg gjörsamlega útlit. Þæfingin gerir flíkurnar mjög þéttar og mjög hlýjar. Þessi teikning er af því sem að kallað var tunnuþóf. Tunnuþóf fór þannig fram að efnið sem átti að þæfa var bleitt í heitu vatni. Svo var það sett í tunnu og það þurfti að halda því heitu og þess vegna eru þarna teppi fyrir til þess að halda hitanum inn í tunnunni og svo var líka gott að vera út í fjósi eins og þarna er sýnt af því að kýrnar gáfu hita en húsin voru ekkert upphituð að öðru leyti og þetta var erfið vinna og tók langan tíma, oftast karlmenn sem gerðu þetta og þá lágu þeir svona eins og sýnir á myndinni með fæturna inn í tunnunni og svo trömpuðu þeir alltaf á efninu á móti hvor öðrum og þæfðu það. Og þetta tók það langan tíma að þeir þurftu að fá sér að drekka og borða og þess vegna er borð þarna með matarílátum. Kljásteina vefstólar voru notaðir hér á landi í alveg 1000 ár, alveg fram á 19. öld. Og steinarnir hanga í þræðinum og halda uppistöðunni strektri. Og þeir eru lóðréttir en ekki láréttir eins og nútíma vefstólar. Og þessir vefstólar tóku þess vegna lítið pláss. Húsin voru mjög lítil þannig að það var nauðsynlegt að vefstóllinn tæki lítið pláss.
Hér sést nærmynd af uppistöðu í kljásteina vefstól. Þetta er hins vegar vefstóll sem tók við af kljásteina vefstólnum og var byrjað að nota fyrir svona 150 árum hér á landi. Þetta er alls konar vefnaður úr íslenskri ull og svona ofin ull kallast vaðmál. Það er hægt að vefa ýmis mynstur og svo er saumað úr vaðmálinu. Hér sjást þessar fínu vinnubuxur úr vaðmáli. Þetta barn er klætt í ullarfatnað frá toppi til táar. Kápan er greinilega úr íslensku vaðmáli, trefillinn er ofinn úr ullarþræði og vettlingarnir sem eru allt og stórir prjónaðir úr ull og eins og sést þá eru 2 þumlar, annar að framan og hinn að aftan og það var gert til þess að ef að þumallinn var komið með gat öðrum megin þá var hægt að snúa vettlingnum við og nota hina hliðina því að þar var bara óslitinn þumall. Miklu betri nýting. Þessi mynd sýnir að það er hægt að framleiða meira en bara grófan vinnufatnað úr íslensku vaðmáli. Konurnar á myndinni eru klæddar í íslensk föt úr íslensku þeli sem er mjög fíngert. Svo eru peysufötin skreytt með flaueli sem er búið til úr íslensku togi. Karlmaðurinn á myndinni er líka í fötum úr íslensku vaðmáli. Þetta er táknræn mynd sem sýnir íslenskar konur klæddar í glæsilegan fatnað úr íslenskri ull. Og þær eru líka að vinna úr ullinni á þessari mynd. Önnur af fremri konunum er að kemba og hin er að spinna. Í dag er fatnaður úr alls konar hráefni til. Mest notað er gerviefni úr jarðolíu og bómull, allt innflutt. Aðferðirnar eru samt þær sömu. Oftast er efnið ofið eða fínprjónað og svo saumað, oft í Kína eða Bangladesh. Áhugavert er að bera þennan fatnað saman við íslenskan ullarfatnað. Kostir og ókostir fyrir notandann, fyrir samfélagið hér, fyrir samfélagið erlendis og fyrir náttúruna. Fatnaður úr íslenskri ull hefur marga kosti. Notendakönnun frá 2026 sýndi það glöggt. Þetta eru nokkur svör úr könnuninni. Hverjir eru helstu kostir ullarfatnaðar? Og það kom í ljós að það sem fólki datt helst í hug var að hann er hlýr, hann er endingagóður, það loftar vel í gegn og maður er alltaf fínn í honum. Og auk þess er ekkert örplast í ullinni og ullin er dýravæn ef ullin er íslensk. Og rifjum upp ferlið. Horfum aftur á fallega dæmið eftir Laurent Mouchet frá Frakklandi.